live from Sandgerði, hlaðvarpið Sæll bróðir. Og hér eru þáttastjórnendur ykkar, Arnór og Andri. Já. Við erum mættið til leiks. Sæll bróðir. Sæll bróðir. Heldur betur. Hvað segir þú gott í þætti 2? Ég segi mjög gott. Það er aðeins öðruvísi veður núna. Það er ekki sólsetur, það er bara smá rigning. Já, en þetta er svona hreinsandi rigning, myndi ég segja. Hreinsandi rigning. Það er fallið, það er ferskt veður. Það er ferskt veður. Já. Við fýlum það. Og ennþá grænt. Já, grænt og gott. Já, og ég verð að segja, bara svona til að byrja þáttinn, upgrade á the studio, bro. Heldur betur. What an upgrade. Já. Nú sitjum við svona... Þetta er stofan mín núna. Það sem allt er tekið í sundur og sett saman aftur. Yes, hann er að... Þú ert búin að taka sófann þinn í sundur. Já, einu sinni í viku er ég að fara að gera þetta. Já. Og en þetta For the svona, viewers. Já, kom á óvart sko hvað þessi sófi er léttur. Þetta er ekki spons, en þetta er mjög góður sófi. Léttur sófi. Já, þetta er mjög léttur og auðvitað púslunum í sundur og saman. Já, ok. Þannig að heldur betur. Ég er líka mjög ánægður með ljósið sem að þú bara rétt fyrir þátt varst að breyta yfir í þennan sæll bróðir grænbláa eða bláa lit. Bláa cyan lit. Icy blue lit. Nákvæmlega. Og líka mottan. Já, mottan. Límir þetta allt saman og plönturnar og bara the aesthetics hérna í kring. God damn, sko. Þetta er rosalegt. Þetta er rosalegt. Það er sko rosalega margt sem við þurfum að ræða í þessum þætti. Já. Ég er nýbúin að ræða... Nei, ég er nýbúin að halda barnaafmæli. Já, ég mætti. Þú mættir. Ég mætti. Þetta var bara ágætt, sko. Ég hefði viljað sjá eitthvað meira. Ok. Svona 7,5. Þetta var, 7,5. sko, jú. Alveg, nei, ég er að tjóka. Þetta var bara mjög gott afmæli, sko. Þú varst tilbúin klukkan 12. Já, klukkan 10:30 sko. 10:30. Ég var komin í fötin bara klár, búinn að klæða mig og klæða strákinn og fórum bara, beint til ömmu og afa, eða sérst ömmu og pappa. Yep. Og tókum smá pre-game þar, sko, fengum okkur fleiri kökur. Fyrir barnaafmælið. En það var ekki borðað kvöldmatur eftir þetta, sko. Nei, það voru líka, sko, ég verð að segja að þetta var mest kósí barnaafmæli sem ég hef haldið upp á. En það ekki? Jú, og þetta var náttúrulega doppúlamali, þetta var bæði sonur minn 4 ára og konan 32 ára. Já. Og við höfðum Subway-plata og aftur ekki spons, en það er bara svo þægilegt að sækja Subway-plata og þau eru ekki að pæla meira í þessu. Ángríns. En svo eru ótrúlega margir í kringum hérna ömmur og frængur og svona duglegar að baka. Gerði sko mamma okkar gerði geðveika Línu Langsokköku af því að hann er náttúrulega með Línu Langsokæði. Fór all in og keypti bara Línu Langsokk dót til að setja á kökuna líka. Já, sem hann fekk svo að eiga. Hann er bara fullt af einhverju Línu Langsokdóti. Og sýsti konur minna gerði marensterti sem var ógeðslega góð. Svo vínarbrauð sem mamma bakaði líka. Já. Þetta var bara, og tortilla-vefjurnar og fullt af alls konar drykkjum. Einmitt. Og það sem ég fannst eiginlega sérstaklega gott var að þegar allir voru mættir, þetta var bara klukkan 2 og 10 mínútur yfir 2, þá sungum við afmælisönginn og gjöra svo vel, allir borða, við vorum heppin með veður. Já, ertu að grínast? Í lítilli íbúð að geta, krakkarnir geta verið út að leika sér og fara á trampolínið og... Þetta var svona fyrsti smjörþefurinn af sumri sem ég hef fundið. Já. Svona, nú var ég bara, maður sast bara út á pall og bara krakkarnir geta leikið sér. Já, settist, tölum rétt mál, það er mikilvægt. Og já, maður fann bara svona sumarvæpið koma yfir þessu loksins. Já. Mjög næs. Þetta var bara perfekt og allir mjög sáttir og mjög næs líka með Subway-platana. Það voru ennþá einhverjir eftir, þannig að maður þurfti ekki kvöldmat einmitt. Nei, mitt, akkurat. Þannig að barnaafmæli var næs. Við fórum svo í bíó. Fóruð í bíó? Nei, sko, fyrir barnaafmæli, þá fórum við 2 í bíó. Já, við 2. Við fórum í bíó með pappa okkar og
og bróðir okkar. Það er alveg saga, sko. Ég var einmitt búin að gleyma. Erase it from your memory. Við erum náttúrulega Star Wars aðdáðendur og fórum á Mandalorian myndina. Já, þetta er sko, ef ykkur er starfsmaður Kringlubíó eða Sambíó í Kringlunni, þá þurfum þið kannski bara aðeins að hlusta núna, sko. Því að þessi ferð, hún lét mig svolítið bara missa álitið á Kringlubíó, sko. Út af því bara hvernig klúðraru, bara allt þetta sem fór í rugl, hvernig klúðraru þessu á forsýningadegi í Mandalorian. Já. Þetta er bara heilagt fyrir Star Wars aðdáðendum að klúðra þessu á forsýningadegi. Meina, hvenær keyptirðu miðana? Keypti miðana viku fyrir, sko. Af því að við völdum frumsýningadaginn. Já, forsýningadaginn. Frumsýningadaginn var á föstudag, við fórum á fimmtudegi. Á forsýningu, Mandalorian. Já, og völdum nota bene sæti fyrir miðju. Já. En það sátu einhverjir í því að það var hana kona með krakkahóp. Já. Risa krakkahóp. Já. Sem að tók yfir sætin okkar í númeruðu sætin okkar í miðjunni. Einmitt. Og bara, við erum með krakka, við erum ekki með númeruðu sæti, sko. Já, bara, og sko, ok, það var það fyrsta. Já. Síðan var ég pirrandi. Já, þú varst með vasaljósi í gangi að Já, ég var eitthvað að taka upp content og var eitthvað svona flippa Content-kóngurinn Gera þessir áhrifavaldar gera Já, hafa áhrif Ég hafði áhrif á þig að þú varst ég með það á teipi, sko bara Arnór í alvörunni Þú varst líka fáránlega lengi, sko Já, og fólk er byrjað að horfa og þú veist, þetta er Ég er svona snöggsvitnaði, sko Já, ég sá það bara Þetta er svona eins og þegar við erum að rúnta og ég fer niður með rúðuna og ég er eitthvað að kalla í gegnum rúðuna hjá þér Já, það er ekki, ég get það ekki, sko Það er gott moment, sko Ég er að svitnaði tilhugsunum, sko Ég fæ svona kýll Mér finnst þetta svo skemmtilegt, sko Áður við fórum svo inn í bíóið þá var nefnilega Michael Jackson í gangi á sama tíma. Já. Og ég sá krakkahópin, ég og Hrákell litli bróður okkar. Ég horfði á Hrákell, ég sagði bara please fara á Michael Jackson, please fara á Michael Jackson. Ég sá hópin og ég var bara, þetta er fokk mikið af krökkum. Please segðu mér að þið séu að fara á Michael Jackson. Út af því að svona Michael Jackson í grunnskólum. En þetta voru bara krakkar sem höfðu engan áhuga á svona mynd. Hvað voru það að gera í bíó? Ég veit það. Hvað voru það að gera í bíó? Þetta var ekki hægt. Þau voru, sko, ok, þegar við vorum litlir og við fórum kannski með vinum okkar í bíó, þá var alveg, þú veist, ok, það var kannski verið að hlæja mikið og það var kannski verið að kasta einhverju popcorni og eitthvað svona smá þannig. Ég tók það svona alveg á mig, af því að það byrjaði, að hafa verið að kasta popcorni og eitthvað, þú veist, og maður alveg bara great, en ég svona á einhvern svona smáhátt skildi það að kasta popcorni í einhver stemningu. Nei, líka það bara að sko fólki sem er að fylgjast með þeim, hann að ykkur 4 fullorðnir. Voru þið með einhvern fullorðin, þú veist? Já, það voru þessi 4, þessi kona. Þessi kona sem, var hún með þau? Kona sem tók sætin okkar, sem við vorum búin að panta viku fyrr. Jú, hún sagði, heyrðu, það er krakkahópur hérna sem við erum með, sem við vorum ekki með bókusæti, í lagi við sittum hér. Og ég bara allt í lagi, meðvirknin í mér, en þú veist Já, en byrju, hún var í miðunni en þau sem krakkarnir sem voru fyrir aftan það er það sem að verður síðan crazy Já Þetta voru einhverju foreldrar einhverja þessar barna sem voru þannig fyrir fram Það var eins og að væri enginn að fylgjast með þegar krakkarnir fóru Hún bara sagði ekki neitt og hún skammaði sín, sko ég sá það á henni, en hún sagði ekki neitt þannig að þessuna var ég alveg bara alltaf svona gefinni smá svona lúka bara svona hrista hausinn Þú varst við hliðin á henni, ég var við hliðin á þér En þú veist, ok, þau byrjuðu að kasta popcorni síðan fór þetta ágerast og það voru endalaus köll Þau voru að hlaupa niður stigann Já, það sem bætist ofan á þetta er að bíómyndin sjálf er á krakkastillingu Já, hvernig klúður eru því? Hvernig hefur Á forsýningu Mandalorian hefur krakkastillinguna, þannig að hljóðið var eins og þú ferð í 12 bíó á Super Mario myndina þegar ég fór með Theo daginn, sko og það heyrðist bara ekkert í myndinni Nei, það var ekki neitt svona bíó-voljum á myndinni Þetta var bara ömurlegasta fyrirlíða sem ég upplegaði í lífið mínu Já, og síðan þetta er ekki einu svona það versta Svo voru krakkarnir að hlaupa upp og niður stigann og voru að hlaupa fram og klessandi á ruslafötur Dettandi á ruslafötur Dettandi með ruslafötur
og það ekki það versta heldur svo fóruð þið að rúlla sér niður stigan, fóru bara efst í tröppunar og rúlluðu sér niður, fóru efst í tröppunar og rúlluðu sér niður. Þetta var rosalegt sko. Við vorum bara, þetta ekki hægt. Ég hef ekki upplifað annað eins í bíó og að Kringlu, bara sambíðan í Kringlu eins og bara allt nýtt, allt flott en að klúðra bara hvernig eru þið ekki að fylgjast með voljúminu, af hverju eru þið ekkert að fylgjast með myndinni? Þú veist, eru þið ekki með neitt sem kemur bara inn og aðeins að tjekka stöðunni eða einhvað? Því að maður vill ekki vera gæðin sem þarf að fara fram úr bíóinu og í miðri mynd og segja bara, heyrðu, getið þið komið og tjekkað á þessu? Já. Verið bara á staðnum og fylgjast þið með eða einhvað, bara af hverju, þetta ekki flókið, sko. Það ekkert að gera í miðasölunni og meðan myndin í gangi, sko. Bara... Svo kemur hlé og við erum bara, þú veist, þetta glatað en við tökum samt ákvörðun að kvarta ekki það sáu allir aðrir gestir til þess að kvarta undan þessu sem var bara mjög gott við þurftum ekki að kvarta yfir þessu en það var klárlega kvartað og maður sá það líka bara á starfsfólkinu og það fekk alveg guðsuna yfir sig og þá var líka bara, svo mættu við í seinni hálfleikinn á myndinni og þá var voljúmi komið upp, það var komið starfsmaður, einhverjir krakkar voru farin að því krakkarnir sögðu líka, myndin búin og við sögðum bara, já, hún er búin í Guðunabænum farið, bara þú veist einmitt, þetta var bara ég hef bara ekki upplegað næns en ég var mjög ánægð með starfsmanni sem kom inn í hlénu því að það voru krakkarna fyrir aftangur sem voru duglegir að spjalla og þau voru byrjað aðeins að hvísla þegar þau sáu hann sko en hann sá það og hann bara mætti til og bara herði ef þið séu ykkur aftur verið eitthvað að tala þá bara hendið ykkur út og þannig á þetta bara að vera sko svona á þetta að vera og mér langar svona smá að fara á myndina aftur bara til að upplifa hana full power því að það var líka sko því að hún var mjög góð eftir hlé þegar lætin voru þá bara við fundu það strax við allir og það var líka erfitt að tala ofan í það af því að voljúmi var það lágt að þú gast ekki talað onni lætin fyrir hlé þá var svo auðvelt að tala ofan í myndina þú heyrðir ekki í myndinni bara út af fólkinu en í seinni hálfleik þá var ekki þá var það svona erfitt að bara einmitt, ekki upplifa hana eins stundlun en ég var smá vonbrigði með myndina þetta var svolítið bara þáttur Mandalorian þáttur, góðu Mandalorian þáttur en svona hún nefnilega að fá fínustu einhvern sko málið bara að þetta hefði ekki þurft að vera bíómynd það það sem að fer í mann, þú veist, þegar það sagt eitthvað að ég að vera bíómynd, þá ertu að búast við ykkur það einhver ástæð fyrir því að þeir eru að gera bíómynd út úr þessu en þetta var síðan bara, þeir hefðu getið gert bíómynd út úr þá bara Luke Skywalker í Mandalorian sko, þegar hann kom og annað þú veist, það var ekkit svona að vera að framfleyta sögunni sjálfri heldur var þetta bara svona og ef ég hefði eiginlega það hefði verið betra að vita að þetta væri svona pop og kókmynd af því þetta svona góð pop og kókmynd með aksjóni og krútleika endalausum endalausum krútleika cheesy lines svona mjög típiskar bíómyndalínur og smá bara svona Indiana Jones ævintýri það það sem að fólk að fíla við myndina og ef ég hefði vitað því svona fyrirfram og síðan náttúrulega séðana í rétta voljúmið sko að þá væri upplifunin miklu betri alveg eins og þú veist maður fílaði hann sólómyndina skilur ég man að maður fílaði hana bara góðu voljúmi frá byrjun til enda og það var bara pop og kókmynd skilur vannmetin mynd þannig að þetta fer kannski í svona þá kategóriunum aðeins betri kannski reyndar ég held þú sé alveg aðeins betri en sóló? Ég held það ég held hún muni eldast betur kannski ég held hún muni eldast betur en og Grogu bestur hann bestur hann svo mikið krútkall og Babu Frík Babu Frík það eru geggjaðir sko þeir eru geggjaðir en þá að máli málana sem að IKEA í heilan dag það IKEA refsingin sem að við erum að fara að gera ég og kannski viltu ekki bara útskýra þú veist við erum kannski fyrst að útskýra hvað þetta hvað að gerast við erum sem sagt í svona fantasy fótbolta draftdeild sem við töpuðum í við erum 10 gæjar í deildinni og ég var neðstur þú varst næst neðstur og það stemdi í að annarkor okkar myndi tapa og við tókum svona handshake á að þegar stemdi það að annarkor okkar myndi tapa að við myndum taka refsingu saman það yrði alltaf þannig sko
upprunalega refsingin átt að vera við áttum að vera á bar frá opnun til lokunar og hægt að stytta tíman með því að drykk með hverjum drykk tekur klukkutíma af eða eitthvað akkurat en við erum hættir að drekka við drekkum ekki áfengi og þá ekki tekið gilt að drekka óáfengan í staðinn enda líka það líka bara svona ekki eins erfitt nei, það var auðvelt þannig séð sko og það erfiðara að vera edrú til 4 eða til lokunar á skemmtistað þannig að einmitt og þú veist þannig að þetta verður IKEA frá 11 til 8 frá opnun til lokunar á sunnudegi á heilan dag og þetta næsti sunnudagur, þetta bara núna á sunnudaginn þannig að næsta þætti verðum við að tala þetta og við verðum með þetta með content á TikTok og svona og ég eiginlega aðalega stressaður sko því að þú ert svolítið að fara yfir í býta eins nú ætla ég bara að leyfa þér bara að pústa því að ég veit að þú ert brjálaður út í mig og ég bara, þú veist, og þú verður núna bara nú ætla ég bara að gefa þér orðið ég bara tek þetta bara að guðsuna á mig ég vil bara fá taka undir það sem að hún konaðinn, hún sagði að þú getur stundum verið svolítið ekstra á góðan hátt stundum en stundum það mjög pirrandi en ég vil meina að ég sé oft bara svolítið bremsan eins og konan þú hendiði fram og vilt fara 150% í þetta og ég þarf að draga þetta niður í 80% aðeins svona róa okkur niður því að við töluðum að við ætlum að gera content á TikTok og og það var bara þannig að Arnór hendi bara í tilkynningu á TikTok, tilkynningu á Instagram bara við verðum í live á TikTok frá 11 til 8 allan daginn og ég bara, ætluðu við ekki taka upp content ég held fyrst þetta væri bara við ætlum að vera live klukkan 11, nice þannig að við ætlum bara kannski að fyrstu kjötbólunar eitthvað svona að vera live á TikTok en nei, þú bara hendi í bara live 11 til 8 og TikTok content, við ætlum að vera live á meðan við tökum upp TikTok content líka og við ætlum að vera live á meðan ég var bara þetta alveg commitment þannig að ég held ég sé aðeins búin að bremsa þetta niður og við höfum bara svona inn og út á live-inu og þegar ég skoða þetta líka betur ég prófaði að googla hvað svona live á TikTok almennt lengi og the sweet spot er 2 til 4 klukkutíma og það er bara gott að vita því það er bara flottu tími og ég held að það sé gott að miðast við að þegar þetta opnar að byrja bara, þú veist byrja klukkan 11 það er þægilegt að vera að borða kannski á meðan og byrja 6 á tíman því við getum stytt tíman náttúrulega með kjötbólunum það eru reglur að við getum stytt tíman með hver kjötbóla tekur 2 mínútur af hver pulsa og ís tekur 2 mínútur af 5 mínútur hver pulsa og ís tekur 5 mínútur af og við megum einu sinni fá vöfflu sem tekur 10 mínútur og einu sinni ostaköku sem tekur 10 mínútur ég bara svona orðið smá óglætt bara svona við erum klárlega að fara að fasta bara frá kvölduna áður jafnvel bara að taka góða föstu fyrir einmitt en ég held að sé þá bara þannig að áhorfendur viti tíman hvenær við byrjum og þá bara, klukkan 11 þeir eru að byrja og þá getur þið sé live-ið og svona hvernig er stemningin í okkur og hvernig eru við og við erum að fara að panta og maður getur verið með símana meðan maður er að ná í kjötbólurnar og allt þetta og svona og við getum verið að tala saman og brainstorma hvað er planið, gameplanið því ég þarf líka málega ég þarf líka að fara í IKEA ég þarf að versla mig eitthvað ég vant að hitta þetta þetta mun nýtast líka skilurðu IKEA mun græða helling á okkur þennan daginn þetta er bara free cash ekkert spons eða neitt þannig að IKEA sé að hlusta IKEA, er það að hlusta?
Hæ, Þú voru að tala sænsku. tjena, puss og króm, grabben, puss og króm. Dzień dobry. Nei, þetta er Þetta er enska. enska. Hérna, sko, en við munum líka, þannig að ég er búin að tóna þetta niður, að við erum ekki allan daginn, heldur við erum live í 2 tíma. Já. Og svo tökum við pásu og þá getum við líka einmitt búið til pláss til að taka upp content og tekið eins og til dæmis alls konar áskoranir að taka hraðasta hringinn, hvor okkar tekur hraðasta hringinn í gegnum IKEA labbandi, á þess að hlaupa og prófa alla sófana eða rúmin eða eitthvað svona gera eitthvað skemmtilegt. Verður það ekki að byrja hjá bara rúllusteganum? Bara leiður komin í rúllustegan, skilur þú IKEA? Leiður komin upp í rúllusteganum upp í rúllusteganum, já, þá byrja tíminn leið og byrjar þannig að þú veist, er það ekki svona tími, þetta er í rauninni bara hversu rætt þú kemst í rúllustegan og í afgreiðsluna og í gegnum afgreiðsluna já, við þurfum eitthvað að skoða það nei, eða bara hjá kössunum já, einmitt ekki kannski gegn, heldur já, bara hjá kössunum svo þetta sé ekki of obvious að við séum að labba bara í gegnum afgreiðsluna fara aftur í gegn þau bara eitthvað, hvað eru þið að gera? Voruð þið ekki fyrir 5 mínútum og voruð þið fljótir í gegn við ætlum ekki að vera með svona vesen nei, einmitt við viljum ekki vera hendur út sko. já, þannig að við finnum einhvern byrjunumpunkt og startpunkt, við finnum út úr því og hérna við kannski fara út við eigum bara snert eitthvað skilti þarna sem í móttökunni við verðum eiginlega að labba aftur tilbaka og fara svo áfram þannig skilur við heldur en þurfum að fara hringinn í gegn eigum að taka þá að hinn tekur öfugan hring Megir það sens? Já, það er kannski málið. Að þú tekur kannski fyrst og svo tek ég tilbaka. Einmitt. Þá eru í rauninni komið með það, sko. Já, þá eru komið fram og tilbaka hring. Ég held að það sé málið. Svo getum við fengið að vinna í IKEA eða eitthvað. Vinna í IKEA? Ég veit það ekki. Setja saman eitthvað IKEA. Já, mér er að fá sérfræðing. Það er hægt að fá sérfræðing og vera búið til eldhús með sér já og svo bara, herðu, ég ætla að hugsa þetta já, akkurat, það er það það er líka já, mér bara datt í hug ef að við gætum fengið að aðstoða einhvern kunna bara já hvað með að bara spurja kunna get ég aðstoða? Get ég aðstoða, ertu að leita að einhverju? Þú veist að ég verð pottjett í Nike-galanum mínum Nike-jakkanum sem er alltaf þegar ég fer í honum þá er ég alltaf spurður ég spurður síðast getur hjálpað mér með kassa og svo alveg bara sjáðu að það stendur Nike en ekki IKEA að þetta stendur stórt Nike en ekki IKEA þannig að þú veist já, ég var til að sjá því ágrifir ég skal allavega spurja einhvern ég er svo félagsfæn ég á voða með þetta sko og ég vil ekki trufla fólk það er aðalega það sko, ég vil ekki vera óþarfa truflun því að þetta er alveg svona ég finn strax sem lögðu að gera eitthvað svona alveg nú er ég að eyða tíma einhvers bara í einhverju mér finnst þetta alveg svona þægilegt alveg bara svona get ég aðstofað og svona ertu að vinna þeirna nei, ég er bara get ég hjálpað þér eitthvað ég er bara svona ertu að skoða trattfrí eða Kallax ertu í Kallax-hillunum ég er bara sjálfbólið í dag að bara gera góðverk man sko já, ég er bara, þetta verður spennandi ég er ógeðslega spenntur heldur betur þannig að þetta verður gaman fylgist þið með á TikTok þetta er, hvaða dagur er þetta? 31. maí, þetta er sunnudagur 31. maí klukkan 11, live á TikTok og Sællbróðir let's go heldur betur og það eru nú við erum með allavega 2 liði klára, eða ekki? Ég er með 1 lið og þú ert með, er Happy Places á sínum stað? Nei, Happy Places ekki, ertu með annan lið? Já en fyrst við erum að tala um IKEA þá er ég að pæli að henda okkur í minn lið en ertu tilbúin? Ég er tilbúin þá vindum við okkur í glænýja liðin minn Brr, mirrors a cast Ooh, mirrors or hate Sally, come here Hate is a cost Það er komið að heitt eða kalt Já, ég fekk kanavinn minn til þess að segja þetta og Er það Kanye? Kanye? Nei, þetta er bara einhver American guy
American Guy American Guy, nema ég talaði fyrir hann en svo breytti hann í American Guy og gerði svo autotune. Já, en þetta er þú. Já, þetta er ég. Maður heyrði einu sinni. Mirrors a cast. Ooh, mirrors or hate. Sally, come here. Hate is a cost. Það er komið að heitt eða kalt. Ok, já. Ég er tilbúin í þetta. Heldur betur, þetta er heitt eða kalt, það er alltaf eitthvað nýtt. Og fyrst við erum að tala um IKEA, þá er þemað í dag heitt eða kalt IKEA edition. Let's go, ég til í það. Þannig að við byrjum á því bara hvað er hot? Hvað er hot right now Í IKEA. Og við ætlum að byrja á EKEA-tillinum með notuáferð. Þessar hér eru í notkun mjög mikið, náttborðin mín eru svona og fólk er líka notað undir sjónvarpin sín. Býtu nú við, er þetta náttborð? Já, þú getur notað þessar náttborð. En þetta er samt svona, þú opnar með tveimur? Nei, það eru mismunandi típur af EKEA, sko. Já, Ég er að tala um EKEA-línuna með EKEA-línan, já, ok. Þannig að það eru til svona sjónvarpsbekkir EKEA-línan er reyndar sweet. Já, EKEA-línan með notuáferð, því hún er til í öðrum litum, sko. Þetta er að trenda á TikTok líka, þannig að bara keep an eye on that. I love it. Annað hot right now, og erum með raundæmi hérna, eru Holmerud með eikaráferð eða notuáferð. Og það er til dæmis hérna fyrir aftan okkur slíkur, fyrir aftan þig, eitt slíkur sem nýtist vel í kringum sófa. Þetta er hot. Já, þetta er hot right now og líka undir vínilspilara og sem hliðarborð og meiri segja sem sjónvarpsbekkur. Fólk er að leggja nokkra svona saman og þá lítur þetta út þessu sjónvarpsbekkur. Cool. Getur púslað þeim saman? Já, og getur púslað þeim saman líka í kringum sófa. Sem er svona rosa, þá ertu komið með svona borð fyrir aftan sófan líka og eitthvað. Fólk er að henda í It's everywhere. Holmerud, geitadæmi. Já, hérna sérðu raundæmi þetta. Wow. Ég myndi segja þetta væri hot. Þetta er hot right now. Þetta er hot right now. Mér er svo hot. Hvað ertu með meira? Hörðu, svo er ég með enn eitt hot. Það er ekkert annað en fatolampin sem er hérna beint fyrir aftan okkur. Þessi lampi. Ég verð að segja að hann er amazing. Hann er hot right now. Og ég myndi sem að segja nei, hann er bara engin hiti því þetta er LED. Wow. Fannst þið ekki góður leikari þarna? Jú. Mér er svo kalt en þetta er heitt. Yeah. Bang. Kalt eins og teitt. Love that. Þetta er út um allt á TikTokinu líka og bara í lífinu. Ok. Og svo í síðasta hot right now í IKEA. Það er þessi stóll hér. Divlinge appelsínugulur. Þessi... Ertu að fara að kaupa þér þennan á sunnudaginn eða? Ég væri til í það, en nei, ég er ekki að kaupa hann. Ég er með annan, sko. Og... Þú ert ekki að fara að replace hann? Nei, ég er ekki að fara að replace hann. En þessi er, ég prófaði hann og hann er sjúklega þægilegur. Og hann er svo sexy. Og hann er smá dýr, en ég skilla. Hann er mjög þægilegur. Og það er eitthvað svona 70s retro vibe í honum. Já, klálega. Þannig að þetta var hot. Þetta var hot. Ertu með ice cold? Nú er ég með Mirrors are cold. Cold Palmer. Nú fyrir við það. Kallaxhillur. Kallaxhillur, þær eru ógeðslegar. Ógeðslegar kallar, sko. Ói, Kallax. Þær eru með gott notagildi, en bara í skólastofum. True. Og þetta á ekki heima á heimilum, nema kannski í stúdíó íbúðum. Því það er hægt að gera alls konar DIY. Ekki sýna mig mynd. Nei, ég veit að hún er kalt. Ég er að fara í flíspeysu mér er svo kalt. Vá hvað mér er kalt. Fucking kalt. Við líka sko, við áttum Kallaxhillu og konan spurði, hún spurði í svona 3 ár eigum að henda henni og ég var alveg bara, en það er svo gott notagildi í henni. Það er svo mikið af hólfum. Já, svo mikið af hólfum. Miklu fleiri en við þurfum. Hún er forljót, en það er gott notagildi. Já, ég skil vel þetta cold. Já, ég var með í herbygginu mínu líka einu svona Kallaxhillu og ég notaði henni sem fataskáp og það var agalegt. Já, ég get ímyndað með það. Já, varstu með skúffur? Já, ég notaði henni til þess að hólfa herbyggið, skilur. Hann á veggur öðrum megin. Já. Það var ekki næs. Það var ekki næs og bara hættu að kaupa Kallax. Ekki kaupa Kallax. Þetta er cold. Annað sem er kalt, því ég held að það væri ándurs bara hætt í sölu
og ég hef ekki séð þetta síðan 2010 en þetta ennþá í sölu. Nei. Það eru Aken stólar í IKEA. Wow. Manstu eftir þessum? Já, þetta bara við áttu svona bara þetta bara eitt af fyrstu myndunum að mér eða í miðtölun og Selfossi. Þeir eru bara ennþá í sölu. Þessi eru bara ennþá til í IKEA. En þegar ég sé það samt, þá fæ ég samt... En þetta ásamt bara heim í sumabústað, skiluru. Þetta var aldrei heima, bara heima hjá þér, sko. Náttúrulega aldrei þægilegir. Nei, er aldrei þægilegir. Og svo brotnaðir, eða eitthvað svona brotnaðir bambusinn og eitthvað. Já, þá er þetta strax orðið ljótt. Já, og ég var eiginlega bara svona, ég þurfti að setja þetta á kaldalistan því þetta er bara, ég held að þetta er eitthvað svona barsins tíma, skiluru. Ég held að væri þá. Þetta er gleymt og bara, en samt ekki grafið. Nei, einmitt, þetta er gleymt og ekki grafið og mér langar að vita hver er að kaupa á. Þannig að þetta er svona að halda þeim í sölu. Já. Ykkur sem elska þessa línu greinlega. Já, ég er sammála. Og síðasta kalda og farðu nú bara í úlpu, segi ég, sko. Já, ég er tilbúinn. Þetta er mjög kalt. Mjög kalt. Ég er tilbúinn. Það er Poaken hægjendastóllinn. Og mér er eiginlega bara brjálar að þetta kallist hægjendastóll. Ok. Því að þau eru svo ljótir að það mætti bara sleppa því að framleiða þá. Það eru þessir. Áts. Já, og þeir kallir þetta hægjendastól. Það er náttúrulega bara ekkert. Þetta er eitthvað sem þú sér. Þetta er bara masokistastóll. Já, þetta er líka bara, þú sér þetta á svona mjög ódýru bókasafni út á landi, skilurðu. Új. Já. Poaken hægjendastóllinn, ekki kaupa á. Nei. En hitt er höfð. Fáðu frekar divlinge ef þú ætlar að fá þér hægjendastól. Divlinge. Þannig að þetta var mitt hitt eða kalt hól. Mirrors a cast. Ooh, mirrors or hate. Sally, come here. Hate is a cause. Takk fyrir mig. Takk fyrir. Þetta var glæsilegu liður. Takk. Svolítið twist hérna. Nú? Þetta múin að kaupa þér kallaxillu? Nei, ég er alls ekki múin að kaupa mér kallaxillu. En liðurinn minn, sem ég er með hérna tilbúinn, er hot or cold. Nei. Men's Fashion Summer 26. Í alvöru? Yes, sir. Mirrors a cast. Ooh, mirrors or hate. Wow. Sally, come here. Yep. Hate það is er bara a cause. Annað heitt eða kalt. Það er annað heitt eða kalt. Wow. Strax. Heitt eða kalt Men's Fashion 2026. Summer 2026. Já, og ég ætla bara svona rétt að líta yfir þetta, sko. Wow. Og við erum að tala um það sumar 26, þá erum við að tala um playful elegance. Bingo bango, sko. Já, og þar sem að er bara skítkalt. Og ég henda, það er náttúrulega allt sem heitir skinny eitthvað. Bang. Allt skinny drasl, burtu með það. Skinny binny. Skinny in the binny. Skinny in the binny. Og Summer 26 er relaxed and hot. Relaxed and hot, ég fíla það. Já. Ég er með nýbúin að kaupa mér, ekki segja það eftir, ég ætla að heyra listan fyrst. Sko, relaxed tailoring and fluid trousers. Það er það sem það er. Og við erum að tala um, sko, sólglerugun eru sexy metal frames. Eru að fara í metal frames? Metal. Clean thin metallic sunglasses. Eru að replacea þessi þykku, ógeðslegu sólglerugu. Það er það sem er að gerast. Þykku, mín er ekkert svo þykk. Nei, og svo erum við að tala um spice color palettu. Þannig að við viljum earthy, rich tones eins og þú veist, kanelsykur og paprika og saffron og eitthvað svona. Og sage green. Sage green, þú ert reyndar í sage blue örgla. Já, þetta er svona sækbróðupilsa. En sage green, það var í brúðkaupinu mínu. Já, einmitt. Það var þemað. Eins og ég alltaf sagt og margir aðrir, allt er vænt sem vel er grænt, sko. Já. Og svona fallega grænt, ekki eitugrænt, sko. Já, og svo er svona relaxed prjónað, eða svona prjónað, knitted. Já, hérna. Já, en polo. Svona relaxed. Knitted polo. Svona eiginlega semi-oversized. Já, með texture. Já, það er geðvægt. Það er heitt með stuttbuxunum. Með stuttbuxunum í stíl. Matching. Wow. Já, það er svo við talum í hot. Matching. Það er bara þannig. Já. Sæler. Það er, og allt svona logo heavy, þú veist, hérna
aesthetics eða þú veist, bara svona allt, þú veist, ekki mikið á logoum. Sérðu, erum við með logos hérna? Ég er með engin logo. Nei, nákvæmlega, það er hot að vera ekki með. Nema Sællbróðir. Sællbróðir, það er flott logo, það er hot logo. Keep it thought. Já. Bara tjekka hvort þetta sé ekki alveg að taka upp en þá. Já. Hún er ekki lengur að taka upp. Hún er döð. Já, ok. Þú veist, þarna, við hendum bara í síma minn. Á þessum tímapunkti datt ekki bara myndavélin út, heldur líka mikrofónunir. Þannig að klaufar eru við. Þannig að restina podcastinu er hljóðið úr iPhone símanum mínum sem tekið upp á myndavélinni. Njótu vel! Þú að buxnastuði og síðan horfi ég á jakkana og ég er náttúrulega í gallabuxnastuði, þannig að þá er náttúrulega galla jakkastuði líka. Einmitt. Skilur mig? Ég skil þig. Þetta er svona... Einmitt. Já, ég ætla að segja það frá mínu þegar ég er búinn að setja myndavélina, maður sjá. Já. Það er allt að koma, sko. Sérðu? Það er að setja nýja myndavél. Það er svolítið gaman að hafa þetta í gangi, svona stúsið sem ég er í akkurat núna. Já, á meðan ég er að skemmta áhorfendum. Já, þetta er bara... Við getum verið að baktala andra á meðan. Já, heldur betur. Svona, þetta er bara fínt. Já, glæs. Hvað varst þú með? Já, ég er kominn með einmitt, ég var í síðasta kasti, ég var að kaupa mér oversized gallabuxur. Er það, já? Svona baggy, sko. Já. Og keypti mér þessa í leiðinni þessa peysu. Já, þú veist, þetta er bara relaxed. Ég líka, þú veist, þessi peysa er relaxed. Sko, ef það er relaxed, þá er það inn. Relaxed ain't taxed. Já, ekkert skinny drasl. Það er enda að taxa það, þú veist. Já. It is taxed. Nú leiðir soundboardið sér. Já, nú er það bara dottið út. Það er nú bara eins og það er. Við erum náttúrulega í hljóðamynd og já, vonandi náði kameran alltaf eins mikið og hægt var. Já. Hún hefur náð einhverju góðu, sko. Já, þessi síminn hérna eldhress og ég náði sem betur fyrir að klára hornið og svona. Já. Ert þú búinn að sjá, ég er með eitt svona, mér langar að fá TikTok reaction frá þér. Ok. Ertu búinn að sjá þegar að brasilíski markmaðurinn fekk call-up í brasilíska landsliðið? Weverton. Já, ertu búinn að sjá þetta? Já, leið ekki yfir hann. Þetta er alltaf gott, sko. Þannig að hann er það eru tveir einhverjir geggjaði markmenn, Alisson og Ederson, sem eru valnir, alltaf Otto. Einmitt. Og þá er spurningin mér hver verður þriðji markmaðurinn og öll fjölskyldan hans Weverton er búinn að koma sér saman. Samt. Ég veit ekki hver þetta er samt. Þetta er brassa. Já. Af hverju eru þeir alltaf allir, mér finnst þessi vídeo alltaf bara að koma frá brössum. Já. Neymar og allir þessi gæjar, þeir eru alltaf bara svona umkringdir fjölskyldunni þegar þeir eru að tilkynna þetta. Maður sér ekki Harry Kane gera þetta, skiljum. Nei, einmitt. Þetta er Þetta er passion. Þetta er Brasilía, þetta er bara trúarbragð. Þeir eru líka bara svo passionate, sko. Já. Þeir eru alveg bara... Þetta er bara það stærsta. Já, það er bara... Og margir aðdáendur sem að fylgja Brasilíu bara á öllum HM. Já, einmitt. En sérðu það, Já. Þetta er bara, þau eru búin að koma sér saman. Hann er hérna, og hann er valinn, já, og þau fagna þetta sem öll. Og svo, og hann er átt. Og það er allir að fagna. Og það er allir, hann er steinn, hann er alveg átt. Og svo spóla áfram í þessu, sko. Hann er bara, það er enginn, þau halda áfram að hoppa á honum. Enginn ég var ekki búinn að sjá þetta allt. Og vaknar hann svo hann vaknar hann og hann er brosandi hann tjekkaði bara enginn á honum. Þetta er alltaf gott. Vá, hvað þetta er gott, hann tjekkaði enginn á honum. Nei. Ég varð að sýna þetta í persónum, ég fannst þetta svo gott. Þetta er gott. Ég var búinn að sjá bara byrjunina, þú veist, þannig datt hann, en ég veist ekki það var bara lengi og hann er bara steinleikur og það er bara ég og fara og svo koma tvær systur og hann og bara eitthvað þetta er svo gott, sko, mér langaði bara að sýna þetta svona í svona já, TikTok reaction hafninu. Já. The TikTok's reactions. Já. Man, sko. En annars er ég bara, ég er sko 0 stressaði fyrir IKEA. Já, ég er eiginlega svona, þetta er að fara að mér, sko. Svona stressið. Þú veist, þetta er náttúrulega bara basically uppáhaldsstaðurinn okkar. Já, ég veit það, sko. Ég er líka bara svona... Þú ert bókstaflega að fara að kaupa þér eitthvað annað. Það er líka svo gaman, sko, að taka sér góðan tíma í að skoða búsáhaldadeildina, sko. Bollana alltaf, þeir eru með svo mikið af bollum og hnífapörum og svona skrautmunum, sko. Það var líka bara eina á TikTok að segja, sko, refsing.
Þetta er bara drauma dagar fyrir mig, sko. Bara má ég vera í IKEA allan daginn? Bara, Já, ég er basically hugsað þannig, sko, það er þetta rétt, sko. Veist, og sérstaklega þegar við erum feður og allt lífið er svo busy og bara, við þurfum að vera heilan dag í IKEA. Bara neyðistu þess. Það gætir ekki verið á betri stað og það er bara góð, allt sem þú borðar í IKEA er gott. Sko, og eigum við bara, við erum að reyna að finna eitthvað sem er vont. Hvað gæti mögulega verið vont af það, sko? Það er ekkert vont af það. Ég nefnilega held ekki, sko. Daginn var ég að prófa hana þegar ég kíkti í IKEA, ég prófaði samlokur. Við erum ekki búin að nefna bakaríið heldur. Nei, og ég prófaði, sko, daginn bara, ég var að fara út og vildi eitthvað borða. Ég sá samlokurnar hana, sem eru bara svona sambósamlokur, skilur. Og Greg Juice. Soma samlokur. Já, það er fristur. Já, það er hana Soma eða Sambó. Já, það er bara, já. Nei, Sambó. Nei, já. Whatever. Þannig að þeir eru bara með samlokur. Þannig og þær eru bara geðvíkar. Ég var bara í sjokki, sko. Þeir gera ekkert illa. Nei, það er bara staðan. Og já, ég bara elskar IKEA, sko. Mér langar svo mikið að opna þennan blessaða veitingastað einhvers staðar, sko. Gera eitthvað útibú. Gera eitthvað bara útibú, bara í Keflavík. Bara fyrir okkur Suðurnesjamenn. Já. Og hann pælti ég líka bara, okkur opniði bara IKEA hér líka. Bara annað IKEA, bara. Já, bara ná túrismann. Já, bara setja Jysk á hausinn og bara, ég elskar þetta Jysk líka. En IKEA vinnur Jysk. Ef ég ætti að velja milli að vinnur IKEA út af matnum, sko. Það er náttúrulega bara, it's a hangout place. Og við munum fá líka gesti. Þú veist, vinir okkar í fantasy-deildinni eða Fantrax-deildinni eins og það heitir, munu join okkur. Þannig að það verður skemmtilegt. Þetta verður svo mismunandi og alltaf eitthvað nýtt að gerast og svo munum við vera með, sko, búin að kaupa fullt af hlutum sem passa ekki í bílinn örugglega. Einmitt. Það verður svona extra challenge, sko. Komið svo heim. Já, einmitt. Já, ég ætlaði einmitt, sko, það sem ég þarf að skoða þarna. Eða sem ég þarf að skoða. Þarf maður ekki alltaf að skoða eitthvað. Jú. Þannig að mér langar svolítið að finna eitthvað fínt svona á þetta borð, eða sófaborðið og eldhúsborðið hjá mér. Bara bakka eða eitthvað. Svo vantar okkur náttúrulega hvíta bolla til þess að setja sellbróðumerki á. Já. Og svo langar mér í svona hub, svona smart hub sem tengir allar IKEA-ljósaperuna saman. Já. Og þá get ég stilt bara í appi, bara cozy mode og þá ertu með bara lýsingar. Og allir lamparnir, þú veist, kveikja á sér, fara í cozy mode og kannski headlights slökkva á sér. Og já, það er svona draumurinn minn. Já, það er bara hljómar ekkert eðlilega vel. It's very nice. Þá get ég meira sem að vera með sellbróðumót og þá bara bing, kveikir þetta og... Wow. Já, þetta er bara the setting. Já, það er bara að gera preset fyrir öll ljósin, sko. Já. Þannig að það verður nice. Ég get ekki beðið og það eru síðustu dagarnir í vinnunni á mér. Það er að fara að detta í hérna... Já, detta í sumarfrí. Já, eða þú veist, það er náttúrulega, þetta er alltaf svona langþráð og undirbúningur fyrir næsta ár og svona og hérna... Ég er í skemmtinefndinni, þannig að ég er að plana lokaslúttið sem er með þemað Íslandsmet. Þannig að ég er að brainstorma það í tætlur. Já, alveg rétt. Alls konar skemmtilega eitthvað svona Íslandsmet. Alls konar Íslandsmet, svona svolítið, hvað er þetta ekki inspirera svona 70 mínútum? Jú, 70 mínútur. Þau voru að halda andanum niður í Pepsi Maxi og mjólk og eitthvað, þú veist, og svona skrítin Íslandsmet, eitthvað sem enginn hefur gert og þá er það klárlega eitthvað Íslandsmet, sko. Mjög sniðugt. Ég er spenntur að sjá eitthvað frá því. Það verður skemmtilegt. Og svo er náttúrulega spennandi hlutir að gerast hjá okkur í kringum HM sem við segjum kannski ekki frá strax. Nei, en það tengist náttúrulega að við verðum náttúrulega allavega live á TikTok. Live á TikTok og verður eitthvað content og svona frá því. Já, kontentið stoppar aldrei. Nei, aldrei gefa það! Aldrei gefa það, kontentið stoppar aldrei, sko. Já, maður. Þetta var góð þáttur. Já, ég er bara sáttur, sko. Þú ert búinn að ná þig út úr systeminu, bara með mig, þú ert búinn að bremsa mig af. Heldur betur og bara næst þegar við verðum meina mættir, þá erum við bara búnir í IKEA og bara búnir að kjöpbóla yfir okkur.
Algjörlega, og búin að fá fullt af ís og alls konar góðgæti. Biddu fyrir þér, sko. Biddu fyrir þér. Já. Þetta er cozy sofa, svona... Nú er ég hef dottinn í alveg cozy núna, sko. Ég var að finna að geða þægilega stellingu núna. Já. Og svona þessi, svona eitthvað. Þetta er bara fætur upp á borðið og... Þetta er góðu En sofa. aðra líka því að aðal myndavélinn klikkaði, að þá er ég bara svona... Núna ligg ég bara. Já. Og mér finnst það næs. Myndavélinn, hún náði einhverju, þannig að ég mun bara cut út og það kemur black screen og svo kemur bara logoð okkar á meðan eða eitthvað og svo kemur þessi myndavélinn. Amazing. Þannig að ég cutta bara iPhone-inn inn, þannig að myndatökan breytist aðeins. En? Það er bara cool. It is what it is. Já, Það er líka fínt þess, kannski bara lítur þetta betur út á símanum. Hver veit? Já, nákvæmlega. Sko, Kemur ljós. þetta var góð þáttur. Já, ég er ekki með soundboard átróið, þannig að Já. ég er bara að setja inn eftir á. Já, ég segi bara takk kærlega fyrir mig. Já. Contentið hættir aldrei. Við komum aftur í næstu viku og live á TikTok og TikTok content næsta sunnudag, Fulla ferð. 31. maí, klukkan 11. Vertu sæll, bróðir. Vertu sæll, bróðir. Not live from Sandgerði. Það var fyrir Sæll bróðir.